Herðu þegar, það sigur í dag, mótið Þór. Og þið áfram með bikarnum. Hvernig stemningin í þínum mönnum? Nú, bara góð. Betri heldur en þegar við erum sigraðir, þannig að það er bara jákvætt. Bara, komast yfir innan þröskuld sem við erum búin að vera að daðra við og byggja því. Hvað er það sem skóp sigurinn í dag? Ég held bara að þrössu varnarleikur. Varnarleikur var góður, við vorum mjög fókuseraðir og stýrðum hraðan. Það hafa verið lykill að því að klára þetta. Þið vinnið frákastinn með 10 og haldið skorin í leiknum mjög lágu. Er það eitthvað sem að menn getur búist við þegar það er komið í höllina hérna? Já, mér fannst þeir bara aldrei ná að hleypa sig upp í ykkur hraða svona eins og þeir vilja og við svona vorum svolítið við stjórnin á því. Hluti af því var bara við krossuðum vel og fylgdum línuna vel sem við viljum í transition vörð, þannig að það bara að hrósa á mína menn að framkvæmdu þetta vel þar sem við vorum í sammenningu búin að leggja upp með. Herðu, 4 dagar í næsta leik, það er Þór Þorlákshöfn í höfninni. Hvernig leggst það þið? Bara vel, það verður bara líklega stærra challenge heldur en í dag. Þeir eru erfiðir í Þorlákshöfn, erfitt að fara í Þorlákshöfn. Þeir eru sterkir á heimavelli, þannig að við þurfum bara að gera enn betur og halda áfram að taka skref í rétta átt. Herðu, það er stutt í þriðjudaginn samt, regnum við að heyra eitthvað á Laugardalnum þá? Ekki mánudag fyrst. Já, ég veit ekki það, ég held að það kom einhver kæra vegna ummæla minna, ég let óánægju mínu ljós og ég held að við 7 daga til þess að svara henni, þannig að mín lögfræðingur hjá lögkói bara í málinu og svo sjáum við bara hvað gerist í því. Herðu, flott, takk.